hugði Davíð á komu sína inn í landsmálin, ákvað að taka slaginn við Þorstein Pálsson, þáverandi forsætisráðherra, sem hafði gegnt því embætti frá því að Geir Hallgrímsson lét af því embætti og hafði Þorstein undir á frægu þingi sjálfstæðismanna og varð örfáum mánuðum síðar forsætisráðherra án þess að hafa nokkru sinni setið sem þingmaður á Alþingi landsmanna og varð næstu 13 ár, lengur en nokkur annar forsætisráðherra í því embætti en lét af því fyrir réttu ári þegar hann settist í stól utanríkisráðherra og Halldór Ásgrímsson, kollegi hans í ríkisstjórn, tók við í stjórnarráðinu. Við munum skipta yfir í Valhöll eftir skamma stund en þar Þór Jónsson, varafréttastjóri við stjórnvölinn og mun leiða okkur inn á fund til Davíðs Oddssonar þar sem hann mun við gerum fastlega ráð fyrir því að þar mun hann tilkynna þessa ákvörðun sína sem kemur líklega mörgum nokkuð á óvart, meðal annars þingmönnum Sjálfstæðisflokksins, en við ræddum við marga þingmenn Sjálfstæðisflokksins fyrr í dag og ef menn kom ekki að fjöllum þá komu þeir hreinlega af öræfum í þessum efnum, þar á meðal margir kunnir þingmenn flokksins sem áttu ekki von á því að Davíð myndi tilkynna þetta í dag eða næstu daga. Og hjá mér situr Baldur Þórhallsson sem við skulum ræða við áður en við skiptum niður í Valhöll. Við gerum fastlega ráð fyrir því að hann sé að tilkynna þetta. Hann hefur verið aðalmaðurinn í íslenskum stjórnmálum langt árabil. Klárlega. Klárlega frá 1991 þegar tekur við forsætisráðherra stólum en það mætti raunir segja frá 82 þegar Davíð verður borgarstjóri. Hann var strax mjög áberandi í stjórnmálum, var mjög afgerandi í sinni afstöðu og eins og þú sagðir var mjög vinsæll sem borgarstjóri, náði yfir 60% atkvæða 1990, glæstilegasti sigur Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningum. Hver hefur verið hans helsti styrkur sem stjórnmálamanns? Því að helsti styrkur, ég held að það sé líklega að tala skýrt, tala hann máli sem fólk skilur og vera beinskeyttur. Baldur, við þurfum að skipta hérna yfir í Valhöll en þar blaðamannafundurinn að hefjast og við skiptum þangað Þór Jónsson og væntanlega Davíð Oddsson taka við. Þó nú hefð fyrir því að það sé uppgefið hvort að sumir séu meiri í kjöri heldur en aðrir, ef svo má segja. Og ég hef tekið þá ákvörðun fyrir mitt leyti að verða ekki í kjöri til formanns Sjálfstæðisflokksins á landsfundinum nú í október. Þetta náttúrulega mikil ákvörðun fyrir mig því að í henni felst að það verður gjörbreyting á mínu lífi. En þá það að athuga og þess að gæta að ég hef verið formaður flokksins núna 15. ár. Aðeins Ólafur Thors einn hefur verið lengur formaður Sjálfstæðisflokksins heldur en ég og ég hef verið mjög lengi tengdur stjórnmálum í 31 ár annaðhvort borgarfulltrúi og eða þingmaður og síðan borgarstjóri eða forsætisráðherra, utanríkisráðherra, hagstofuráðherra, samfellt núna í nærri aldarfjórðung sem ég býst ekki við að sé önnur dæmi með þeim hætti á Íslandi. Þannig að ég hef verið nokkuð lengi að verki og tel mig þess vegna geta með góðri samvisku tekið ákvörðun eins og þessa. Líka vegna þess að flokkurinn minn stendur vel þessar mundir eins og sést á öllum könnunum. Þrátt fyrir það hafi verið ríkisstjórn og leitt ríkisstjórn mjög lengi, þá stendur hann afar vel. Og verk hans eru þess vegna metin og ég held að fyrir formann flokks sé betra að fara við þær aðstæður heldur en aðrar. Ég hef alla tíð fengið mikið stuðning frá mínu flokksfólki á landsfundi og nú síðast alveg sérstaklega og einstakann stuðning næstum því. Og hvet því þann vettvang með miklum söknuði. En það nú þannig að þegar þessi ákvörðun liggur fyrir þá fylgja henni fleiri ákvarðanir og ég hef þess vegna ákveðið að láta af starfi utanríkisráðherra og hagstofuráðherra 27. september næstkomandi
á ríkisráðsfundi sem þá verður haldinn. Og ég hef lagt til við þingflokkinn minn að við starfi utanríkisráðherra taki Geir H. Haarde, við starfi fjármálaráðherra taki Árni Mathiesen og við starfi sjávarútvegsráðherra taki Einar Guðfinnsson. Þingflokkurinn hefur fallist á þessar tillögur og þetta verður því hin nýja ráðherraskipan af okkar hálfu frá og með 27. september næstkomandi. Landsfundi lýkur síðan á sunnudegi, 4 dögum eftir að hann hefst og 5. þar og eftir, 20. október, sem hitt sem þannig á að er afmælisdagur konunnar minnar, að þá mun ég taka við starfið sem formaður bankastjórnar Seðlabankans. Það er ákvörðun sem að forsætisráðherra tekur og hefur tekið. Ég mun auðvitað með miklu söknuði kveðja stjórnmálin, því að þau hafa verið líf mitt og yndi og ég hef reyndar heyrt það stundum að menn vilji ekki í stjórnmálum vera vegna þess amsturs og ánýðslu sem að sumir telja að fylgi henni og sérstaklega náttúrulega framgöngu fréttamanna. En ég verð nú að segja að fréttamenn hafa nú farið eiginlega furðu vel með mig eftir öllum atvikum gegnum tíðina, þannig að þeir eiga ekki heiðurinn af því að ég sé að hætta á neina lund. Ég hef haft mjög góð samskipti við fólk og fjölmiðla gegnum tíðina, auðvitað stundum snörp og eðlilega snörp en ekki þannig að ég hef undan því að kvarta eða kveina. Og einkalíf mitt hefur algjörlega verið látið í friði nema ég hefði sérstaklega gefið tilefni til þess og ætla ekki að rifja það upp núna. Þannig að ég hverf mjög sáttur af þessum vettvangi, þakklátur mínum stuðningsmönnum og reyndar fleirum heldur mínum stuðningsmönnum, eiginlega fólkinu í landinu öllu, þó að ég veit að ég hef ekki haft stuðninga allra, að sjálfsögðu ekki, að þá hef ég reynt að gera mitt besta og tel að ég hefi lokið ákveðnum verkum. Stjórnmálaflokkur lýkur aldrei verki, minnstu meðan er starfandi, en stjórnmálamenn geta lokið sínu verkhluta og horfið til annarra verka. Og ég tel mig hafa gert það. Að minnsta að verka minna sjáu víða stað og vonandi í flestum tilvikum hafið þau snúið borgarmálum eða þjóðfélagsmálum í betra horfi en ella væri. Það munu aðri dæma og síðar. En þetta vildi ég segja ykkur. Ég er tilbúinn að svara spurningum ef menn kjósa. Davíð, nú er gjarnan gagnrýnt að stjórnmálamenn fari í Seðlabankann og maður kannski haldið að það var ekki fyrst inn að feta þá braut. Af hverju ertu á leiðinni í Seðlabankann? Ég ætla að sé nú ekki aðalega vegna þess að þó ég hef alltaf talið mig vera latan mann og þurfti að beita mig heilmiklum aga til að sinna starfið sæmilega. Þá er ég ekki nægilega latur til þess að vilja hætta að vinna. Þetta hljómar eins og þið varst eða latur til Seðlabankann? Nei, hafi ég sagt það, þá var það nú ekki fallega sagt af mér, en ég var aðalega að hugsa það að mér finnst ég vera of ungur til að hætta að fá viðnám fyrir mína krafta. Og auðvitað verði ég að trúa því að eftir þá miklu reynslu sem ég hef öðlast, þá gæti ég hugsanlega komið að gagni í störfum þar. Það verður bara að koma í ljós. Ég hef náttúrulega sinnt efnahagsmálum mjög mikið, verið ráðherra efnahagsmála lengur samfellt en okkur annar og stýrði borginni svolítið eins og fyrirtæki þegar ég stjórnaði þar, ef einhver mann eftir því. Þannig að reynsla mín gæti komið þar að gagni og það er mat forsætisráðherrans og eins og ég segi, ég mun gera mitt besta. Þetta er skipun til 7 ára og verður bara að ráðast hvernig það til tekst.
Ég tel að Birgir Ísleifur Gunnarsson, sem hefur látið af starfi seðlabankastjóra fyrir fáeinum dögum, að hann hafi staðið sig afar vel í sínu starfi og verið bankanum, land og þjóð mjög gagnlegur í sínum störfum, og ég vænti þess og vona það að ég verði það. En auðvitað renni ég blint í sjóinn með það, eins og annað. Það er kannski spurning hvers vegna þú ert að halda starfsmenn gerði að setja í helgan stein. Það er kannski þessi sem byggust við því að þú verður að fara algjörlega út af pólitík. Ég tel mér að vera að fara algjörlega út af pólitík, þó ég gangi til þessa starfs sem þarna er nefnt til sögunar. En fer það ekki saman að sinna því starfi og pólitík leið. Ég hins vegar tel víst, og þó auðvitað ekki að gefa með nokkurn hætti lítið úr starfi seðlabankastjóra, að mér muni gefast fleiri tómstundir fyrir mig eftir en áður vegna þess að vera ráðherra og borgarstjóri allan þennan tíma og taka það starf mjög alvarlega, þrátt fyrir meðfædda leti, og jafnframt formaður stærsta stjórnmálaflokksins allan tíman. Það þýðir að þú ert alltaf á vaktinni sem slíkur og mikið af kvöldfundum og öðru slíku sem því fylgir. Þannig ég ger nú ráð fyrir því að með venjulegu starfi svona frá 9 til 5 að þá gefist meira tóm fyrir mig að sinna öðrum þáttum sem ég hef áhuga fyrir því að sinna. Eins og menn vita þá er ég svona svolítið fjölþreifinn í ekki algjörlega hefðbundnum skilningi þó. Davíð, hver verður ráðherraskipan svo í ríkisstjórninni? Hver Sjálfstæðisflokkin varðar? Já, ég held ég hefði nefnt það hér áðan að það væri svo að Geir H. Haarde tekur við starfi utanríkisráðherra, Árni Mathiesen tekur við starfi fjármálaráðherra og Einar Guðfinnsson starfi sjávarútvegsráðherra. Hver tekur við þingflokksformennsku? Það verður síðan ákveðið síðar, það þótti ekki rétt að ákveða það núna því að fyrst var það ákveða að þingflokksformaðurinn hyrfi til ráðherrastarfa og þannig það verður þá bara gert eftir viku 10 daga að áður en að Einar Guðfinnsson tekur sæti í ríkisstjórn sem verður 27. september. Nefndi það að það væri allir í kjöri á landsfundur til formanns með meiri en aðrir. Hvernig því formann? Já, nú held ég að það sé þannig að þó ég sé ennþá formaður flokksins og ennþá stjórnmálamaður að þá er ég nú ekki endilega hafa mjög mikið um það að segja. Hins vegar held ég mér sjó þetta að segja að augumannar hljóta beinast að varaformanni Geir H. Haarde og svo verður mann að sjá til framhaldið að öðru leyti. Þú styður sem ekki einhvern einn í það embætti, formannsembætti? Ekkert umfram þetta sem ég sagði að augumannar hljóta að beinast að Geir H. Haarde og ætla það verði ekki mín seinustu pólitísku afskipti að kjósa hann. En þú lítur nú þegar þú tókst þetta ákvörðun að hafa aðeins litið tilbaka. Hvað vakti nú mest athygli mín að finna það? Það vakti nú mest athygli mín að hvað rosalega mikið hefur gerst og hversu víða maður hefur komið við og kannski, ég leyfi mér að segja, mörgum komið í framkvæmd, hvort sem það er á vettvangi borgarmála eða þingmála, landsmála. Ég hef verið afar fyrirferðar mikill í þessu öllu saman. Meira sé stundu svo að ýmsum hefur þótt nóg og ég vona að ég gleðji þá með minni ákvörðun að hætta núna í pólitík. En ég út af fyrir sig ætla ekki að taka svo sem eitt fara út úr núna að þessu augnabliki. En ég held að þó að þar komi auðvitað margir aðrar málum heldur en ég að þá er Ísland gjörbreytt. Hefur gjörbreyst og til batnaðar á síðustu tiltölulega fáum árum. Davíð, heilsa þín hefur hún skipt máli? Breytingar inn á flokksins og aðrar en þessar sem þú hefur þegar nefnt og voru ég til að hugsa að því að á hægri hönd hérna situr Kjartan Gunnarsson. Ég get ekki spurt hann beint, en er hann nokkuð að hætta líka? Ekki svo ég viti til. Það hefur engar slíkar ákvarðanir verið teknar og Kjartan hefur nú ekki verið framkvæmdastjóri nema síðan 1980. Þannig hann er svo rétt að byrja. Þannig að það hefur ekki verið teknar neina slíkar ákvarðanir. Enda eftir 15. og 16. október þá mun ég ekkert hafa með það að gera. Davíð, heilsufarslegar ástæður, eru þær einhverjar fyrir þessar ákvörðuninni? Raunverulega ekki
öðru leyti en því að auðvitað fekk maður svona ákveðnar áminningar það að klukkan tifar og hún gengur á fleiri en skákmenn og allir þurfa að huga að því og auðvitað var það svo að á síðastlið ár þá hef ég ekki kannski alveg verið á flegi ferð og fullri ferð því að ég þurfti að taka töluvert tíma í bæði endurhæfingu og svona auka meðferðir þó að þær væri ekki neitt sjálfur sér kvalafullar eða erfiðar neitt þess áttar þá hins vegar dróðu þær á þeir stóðu úr afli og krafti og þetta aðalega áminning. Ég tel mig vera komið með afl á nýjan leik til að sinna nýju starfi en það fer ekki hjá því að ef þú færð svona gullspjald þá horfir á það og hagar þér aðeins betur til að fá ekki rautt. Telurðu þörf á því að hafa 3 seðlabankastjóra? Já, löggjafinn telur það og það er nú þannig með seðlabankastjórun að þeir eru nánast jafnsettir, einn er þó kannski aðeins jafnsettar en hinnir, ef svo má segja, en hvaða 2 seðlabankastjórar sem af 3 geta tekið ákvörðun, hvað sem sá 3. segir. Formaður bankastjórnar Seðlabankans kemur þó fram svona meira fyrir hönd bankans og tjáir sig meira fyrir hönd bankans en aðrir, en að öðru leyti þá hefur hann ekki meira vald heldur en hinnir, eins og ég skil lögin. Nema þá að atkvæði séu jöfn í bankastjórninni, þá man ekki betur en að atkvæði hans ráði. En öðru leyti þetta 3 manna ráð og ég held að það fari ekki illa á því fremur heldur en hafa einhvern einvald sem seðlabankastjóra. Þú finnst ekki vilja draga neitt umfram annað á þessum ferli en geturðu nefnt eitthvað sem að orða það með einhverjum hætti hver hefur verið svona rauði þráðurinn á þessum tíma sem þú verið formaður Sjálfstæðisflokks og forystumaður í ríkisstjórn? Ég held því fram reyndar að þó maður hafi farið svona hlikki á leiðinni þá hafi maður aldrei í rauninni mist sjónar á það megin merkjum sem ég vildi hafa uppi í minni pólitísku vegferð og það er að auka frelsi borgarana og sjálfstæði einstaklingana alla tíð og mér fannst það svolítið tímanna táknað að þegar ég réðst í það með mínum samherjum í borgarstjórninni að einkavæða bæjarútgerðina sem margir töldu illframkvæmanlegt að þá var það sami forstjórinn og var síðan í síðustu einkavæðingurinn sem ég stóð að í Símanum. Ég fannst það eitthvað gott tákn það að menn hefðu haldið svona nokkurn veginn sömu línunni allan tíman. En hver sem minn hlutur í því þá er niðurstaðan þó svo örugglega svo að Ísland er miklu fjölbreyttara, öflugra, skemmtilegra, sterkara og betra samfélag núna heldur en það var fyrir 10-20 árum síðan. Við tökum hinna hliðina og verðum svolítið leiðilegur. Með það sem þú lagðir að stað með þegar þú hófst þína vegferð í pólitík. Er einhver sérstök eftirsjá, eitthvað sem þú sér eftir því að hafa ekki gert? Já, það væri svo sem allmörg atriði sem ég geti talið upp í því sambandi og líka meira að segja gæti ég talið upp atriði sem að ég tel mig hafi gert mistök en ég ætla ekki að vera auðvelda á öðrum leikinn að verða að finna það út sjálfur en auðvitað er það svo á vegferð eins og þessari. Sérstaklega þegar að þú ert í starfi eins og stjórnmálin eru og það taka ákvarðanir mjög hratt, iðulega, þú ert ekki sakfræðingur, þú ert gerandi, að þá hlýtur að gera mistök. Ef þú gerir þau ekki þá værir þú sennilega páfi með óskorað vald yfir heimsbyggðinni sem þú ert ekki, þannig að mörg mistökin hef ég gert. En þau hafa aldrei plagað mér neitt sérstaklega. Ég hef svona kastað þeim aftur fyrir mig og ekki burðast með þau. Er langt síðan þú tókst þessa ákvörðun að hætta og var hún erfið? Já, það er reyndar ekki mjög langt síðan en ég hef verið svona bögglast með hana fyrir brjóstinu og farið svona úr og í gagnvart sjálfum mér og gat nú ekki rætt þetta við marga vegna þess að það er þýðingarmikið að svona ákvörðun hún sé ekki lengi að paufast í loftinu því að þýðingarmikið stjórnmálum að hafa festu og aga í herbúðinni og leið og ég hef búin að taka þessa ákvörðun þá vildi ég ekki draga neitt að kynna hana og ég er sáttur við hana, ég hef ekki hugmynd hvort hún er rétt. Kannski veit ég það einhvern tímann en ég hins vegar tel mig að hafa nálgast hana með réttum hætti. En hvort hún er rétt eða vitlaus, það verður bara að koma í ljós.
Hvað meinarðu með því að maður nálgast hana með réttum hætti? Það er að segja, ég hef skoðað hugminn mjög nákvæmlega og ég reyndi að horfa til framtíðar, reyndi að velta fyrir mér hvað væri flokknum fyrir bestu, hvað væri landinu, svo ég gerist nú svolítið breiður fyrir bestu og svo framvegis og þegar ég hef hort til allra þessara þátta þá taldi ég mér fært að taka þessa ákvörðun. En ég telur mig hafa nálgast ákvörðuna með réttum og heiðarlegum hætti, en hvort ég hafi síðan rambað og rétt ákvörðun verður svo komið ljós. Manni finnst líka til borgarmálinn hugleikinn þegar svona greinlega lítur tilbaka. Sérðu eftir kannski að vonast eftir miklu breytingum þar? Nei, ég vonast auðvitað til breytinga þar. Það kemur nú öllum á óvart ef ég gerði það ekki og ég tel borgina hafi ekki verið stjórnað þannig sem að sé til eftirbreytni, satt best að segja, síðustu árin. Annars ætla ég ekki að færa út í þá salma núna. Hafa einhver nöfn komið fram sem hugsanlega varaformanns efni? Ekki þannig að auðvitað hefur maður heyrt alls konar vangaveltur það efni og þessi ákvörðun mín er minnst kosti þannig að landsfundurum verður ennþá skemmtilegri því það verður kosning og kannski smá vinsæfleg slagsmál og það gefur alltaf landsfundur líf og gleði. Ég hef aldrei verið á móti kosningum í neinu embætti og braut allar hefðir með því að bjóða mig fram fyrst gegn varaformanni og síðan gegn formanni og þóttu nú mörgum í svona hæfilega íhaldssömum flokki nógum. Ég hef tekið þátt í prófkjörum, fleirum en flestir aðrir og með allgóðum árangri og leitt flokkinn í kosningum oft, bæði í borgarstjórnarkosningum og þingkosningum og hefur gengið bærilega auðvitað upp og ofar en yfir höfuð bærilega. Hvernig má það vera þetta byrja allt á sama tíma fullflokk og undan bænarlega ekki að þú ákvæmst að hætta og það var okkur laust í Seðlabankanum? Nei, það var ekki allt í einu laust í Seðlabankanum. Birgir Ísleifur Gunnarsson er rúmlega 69 ára og hann hafði haft orð á því, hann vildi gjarnan ekki sitja út allan tíman og þegar þannig stóð á og landsfundur yfirvofandi þá féllu þessi hlutir einfallega saman í tíma. En það er allt saman með eðlilegum hætti gert. Er hugsanlegt að þú bjóðir þig fram til einhverja annara ábyrgðarstarfa hjá, ég má segja, til dæmis til forseta Íslands? Nei, það get ég ekki séð fyrir. Ég er núna að fagna því í hjarta mínu að það sé góði þáttur þessarar ákvörðunar að ég sé ekki að fara í fleiri kosningar. Þó ég, eins og segi, ég hef ekki kvartað yfir kosningum, þá er samt sem áður það á allt sinn tíma. Og ég er að vænta þess að, eins og ég sagði, að ég geti svona komið mér sæmilega áfram í nýju starfi og jafnframt kannski haft ríkari tíma fyrir mínar tómstundir sem eru aðalega þá að skrifa. Ertu með eitthvað í bígerð? Já, ég er að skrifa en það er svona, ég næ nú sérlega ekki neinu fyrir jólin núna af því að landsfundurinn er ekki fyrir miðjan október. Ég er komin á deadline eins og það heitir. Þetta er nú ekki orðið ágætt. Takk hérlega fyrir. Já, hér lýkur blaðamannafundi Davíðs Oddssonar sem var boðað til með skömmum fyrirvara. Það fréttist af því í morgun að til stæði að boða þingflokkinn og svo fréttist af því síðar að miðstjórn flokksins kemi líka á fund hér með Davíð Oddsssyni í Valhöll. Og sá fundur hófst klukkan 2 og eftir tæplega klukkustundar fund þá hélt Davíð Oddsson þennan fund og tilkynnti það sem alla grunaði að hann myndi hætta í pólitík, hann myndi draga sig í hlé en þó ekki alveg, hann fer yfir í Seðlabankann og tekur þar við stöðu Birgis Ísleifs Gunnarssonar. En við skiptum nú héðan úr Valhöll yfir í stúdíóið okkar upp á stöð 2 og svo reynum við að ná kannski í frekari viðbrögð við þessum stóru tíðindum og sýnum þau viðbrögð í fréttum okkar klukkan 6:30 í kvöld. Takk fyrir þetta. Þór Jónsson niður í Valhöll, höfuðstöðvum Sjálfstæðisflokksins þar sem Davíð Oddsson var að tilkynna það sem marga grunaði í dag að hann hygðist hætta í íslenskum stjórnmálum frá með 27. september þegar hann lætur á embætti utanríkisráðherra og verður ekki
formannskjöri til áframhaldandi formennsku Sjálfstæðisflokksins miðjan október þegar að Sjálfstæðismenn halda þar sitt landsþing væntanlega í Laugardalshöll eins og fyrri árin. Baldur Þórhallsson er ennþá hérna hjá mér. Framundan þá munum við líka ræða við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, formann Samfylkingarinnar, og Steingrímur J. Sigfússon, formann Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs vegna þessara tíðinda. En Baldur, stjórnmálafræðingur, við vorum að ræða það áður en að Davíð tilkynnti þessa ákvörðun sína, hver hans styrkleikur hefði verið í embætti. Og þú varst nánast hálfur að svara. Já, styrkleiki, ég held ég orðaði svo, hann talar mál sem fólk skilur, hann hefur verið mjög rauninni beinskeyttur, rauninni harður við andstæðinga sína og rauninni náð til fólks á þennan hátt. Hann hefur rauninni skotið mjög fast þegar hann hefur verið gagnrýndur, rauninni oft skotið í mark, sem kannski skýrir hvers vegna hann hefur setið svona lengi við völd. Sagnfræðin er hlutur sem ræðst af framtíðinni, eins og einhver sagði. Getum við sagt eitthvað eftirmæli hans í starfi sem stjórnmálamanns allan að tíma frá 1974, þannig að hann var fyrst borgarfulltrúi og þó aðalega kannski í tíð hans sem forsætisráðherra í sín 13 ár? Já, kannski margt sem ber að nefna. Kannski fyrst sem manni helst dettur í hug er áframhald markaðsvæðingu hagkerfisins. Það að fyrirtæki geti ekki lengur leita beint til ríkissjóðs þegar þeim gengur illa árar, einkavæðing bankana og fyrirtækja sem hefur gjörbreytt öllum viðskiptum hér á landi og gjörbreytt viðskiptalífinu. Og við sjáum það bara þær afleiðingar bara dagsdaglega hvað það hefur gríðarlega mikil áhrif á íslenskt þjóðfélag. Fleira sem má nefna er til dæmis sem hann hefur náð, eða ríkisstjórn Davíðs Oddssonar hefur náð að viðhalda stöðugleika í efnahagsmálum með lágri verðbólgu. Það hefur verið vaxandi áhersla lögð á að lækka skatta á fyrirtæki og einstaklinga. Margir myndu eflaust nefna viðhald og styrking fiskveiðistjórnunarkerfisins sem ríkisstjórnin hefur lagt mikla áherslu á. Þetta er kannski helst í innanríkismálunum. Ef maður lítur til svona hefðbundnu utanríkismála, þá er það að viðhalda nánu og góðu tengslu við Bandaríkin, viðhalda varnarviðbúnaði Bandaríkjamanna hér á Miðnesheiði og eftir vill það að Davíð Oddsson hefur haldið okkur í fjarlægð frá Brussel, verið eindreginn talsmaður þess að við sæktum ekki með aðild að Evrópusambandinu og þannig leiddi þess að við erum ekki aðilar að Evrópusambandinu sem er rauninni og ekki sótt aðild sem er rauninni þvert á það sem önnur ríki í kringum okkur hafa verið að gera og stjórnmálamenn í þeim. Þannig að það er margt að nefna á löngum ferli, en þetta held ég að standi kannski í dag eftir. Það var margir vilja eigna Davíð Oddsssyni, formanni Sjálfstæðisflokksins, þetta að samfélag okkar hefur opnast, það hefur orðið í nánari tengslum við Evrópu, hagvöxturinn orðið meiri af þeim völdum, en aðrir segja einfaldlega, þetta er ekkert endilega Davíð að þakka. Þetta er jú eitthvað sem Jón Baldvin Hannibalsson tók jafn mikið þátt í og aðrir stjórnmálaflokkar sem voru að opna leiðin inn á evrópska markaði og aukið frjálsræði var til af því. Ákveðnu marki varðandi evrópska efnahagssvæðið, en því má heldur þá ekki gleyma að Jón Baldvin meðan annars fór í ríkisstjórn með Davíð Oddssyni 1991 til þess að tryggja framgang evrópska efnahagssvæðisins eða þeim samninga sem þá lágu á borðinu. Þannig að Sjálfstæðisflokkur ná nú eitthvað í því, en hins vegar held ég til þess að einkavæðing bankanna og einkavæðing almennt ríkisfyrirtækja sé klárlega stefnumál sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur náð fram í ríkisstjórninni. Þakka þér fyrir þetta, Baldur Þórhallsson. Við erum ennþá í sambandi við Valhöll, en þar er, ég vil segja, verðandi formaður Sjálfstæðisflokksins í væntanlegu viðtali við Þór Jónsson, fréttamann, í tali við Ingólf Bjarnar Sigfússon sem er staddur þarna ásamt Þór Jónssoni niður frá í Valhöll, en Geir H. Haarde er hér kominn í viðtal. Gjörðu svo vel. Geir, þú tekur við embætti utanríkisráðherra. Þeir flokksmenn sem ég hef verið að tala við hérna virðast vera sammála það að þú sért nánast sjálfkjörinn formaður flokksins. Hver er viðbrögð þín við öllum þessum tíðindum? Já, þau eru auðvitað margþætt. Það eru auðvitað mikil eftirsjá í Davíð Oddssyni sem að nú ákveður að hætta stjórnmálaafskiptum. Við höfum unnið saman í mörg ár, við erum gamli samherjar frá því í menntaskóla og höfum núna undanfarið 14 ára unnið mjög þétt saman og það eru auðvitað mikil eftirsjá af því samstarfi. En það taka nýjir tímar við og ég hef semst ákveðið að gefa kost af mér sem eftirmaður hans á formannstóli í Sjálfstæðisflokknum. En ég ræði því ekki, það eru flokksmenn á landsfundi sem ákveða það og ég býð bara þess sem að verða vill í þeim efnum. Nú hvað varðar utanríkisráðuneytið þá er nú ekki von á einum stórum stefnubreitingum þar vegna þess að við fylgjum auðvitað sömu stefnunni, Sjálfstæðisflokkurinn og ríkisstjórnin. Stefnan í þeim efnum verður óbreytt.
En ég auðvitað hlakka til að fá tækifæri til að glíma við ný verkefni. Ég hef löngum haft mikinn áhuga á utanríkis- og alþjóðamálum og þó ég hafi haft það gott og liðið afskaplega vel í fjármálaráðuneytinu í þetta 7,5 ár og tel ég mig nú þar skila mjög góðu búi, að þá auðvitað gaman að fá tækifæri til að breyta til. Nú hefur ekki gengið vel hjá þeim sem tóku við af Davíð í borgarmálunum. Þú ert ekki trættur við að þín bíði sömu örlög? Nei, ég vil ekki segja að það sé bara áskorunin sem býður okkar sem eftir eru og að halda þessu merki hátt á lofti sem hann skilur eftir. Flokkurinn er mjög samstiltur, það er góð eining í hópnum til að mynda í þingflokknum og í miðstjórninni sem kom fram hérna áðan. Þannig að við kvíðum engu í því og hlökkum til landsfundarins og þess sem að framundan er. Nú vissu flokksbræður þínir fæstir að því hvað beðið er á þessu fundi, hvenær ræddi Davíð þetta við þig? Ég vil nú ekkert vera að greina frá okkar persónulegu samtölum. Við höfum verið trúnaðarmenn mjög lengi, þannig að það er best að við geymum það bara okkar í milli. Geir Haarde, þakka þér kærlega fyrir. Sömuleiðis. Þarna var rætt við væntanlegan formann Sjálfstæðisflokksins, þann sem tekur við af Davíð Oddssyni sem hefur verið formaður flokksins lengur en margir muna og það kom fram á fundinum með Davíð hér fyrir í dag að þegar hann lætur af þessu formannsstarfi og embætti þá mun sumsig Geir Haarde verða utanríkisráðherra, taka við honum í því ráðuneyti. Árni Matthísen flyst í stað Geirs Haarde inn í fjármálaráðuneytið og í stað Árna sem sjávarútvegsráðherra tekur Einar Kristinn Guðfinnsson úr því ágæta kjördæmi norðvestur við sem sjávarútvegsráðherra. Þannig að það eru talsverðar tilfærslur innan ráðherraliðs Sjálfstæðismanna og athygli vekur að ekki bætast fleiri konur við í ráðherralið flokksins. En það er kannski önnur saga. Hjá mér situr Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Talsverð tíðindi? Já, sjálfsögðu. Það eitt og sér að Davíð Oddsson dregur sér nú í hlé úr fremstu víglínu íslenskra stjórnmála eru auðvitað heilmikil tíðindi. Hverju breytir þetta? Sérðu það fyrir þér í fljótu bragði? Mun pólitíkin á Íslandi einhver liti breytast við það að þessi maður fer úr pólitíkinni? Já, ég held að hún muni nú gera það. Ég held að þetta breytir náttúrulega mestu fyrir Sjálfstæðisflokkinn og það á eftir að koma í ljós hvernig þeim gengur að vinna úr því. Davíð hefur verið geysilega sterkur foringi, hann hefur stjórnað með sínum stíl, nokkuð harður í hendi svona, sem var orðið það nú kurteislega í tilefni dagsins. Hann viðurkennir það sjálfur. Hann hefur ekkert verið sérstaklega umburðarlyndur gagnvart svona neinum uppsteyt eða óþægð og tók nú svona fyrsta kjörtímabil sitt sem formaður svolítið í það að sýna mönnum hvað biði þeirra sem væri óþægir. Þannig að sagan segir okkur auðvitað að flokkar eiga oft í talsverðum erfiðleikum með að fóta sig eftir að tíma svona sterks foringja líkur. Nú tekur að vísu við flinkur maður, það sem er Geir Haarde væntanlega og ég óska honum og öðrum sem eru að hverfa til nýrra starfa að sjálfsögðu til hamingju. Þetta er ákaflega fyrirsjáanlegur kapall og eiginlega hefðbundinn hjá Sjálfstæðisflokknum. Þetta er goggunarröðin upp. En fyrst og síðast vil ég þó auðvitað óska Davíð Oddssyni alls góðs á nýjum vettvangi og sérstaklega bara góðrar heilsu og langrar lífdaga. Hann er svo sannarlega búinn að afplána sitt í íslensku stjórnmálum, það getur enginn kvartað undan því. Þannig að þetta er í raun og veru allt svona samkvæmt bókinni nema kannski það eitt að ég var svolítið undrandi á því að Davíð Oddsson skuli fara inn í Seðlabankann. Ég átti frekar von á því að hann myndi bara vilja njóta lífsins og hægja á sér. Þannig að það er kannski það eina sem kemur mér pínlítið óvart að hann skuli fara þessa hefðbundnu leið sem sagt úr stjórnmálunum og inn í Seðlabanka. Hann lofar því og lofaði því í viðtali hér áðan að hann myndi hætta í pólitík. Já. Áttu vonað að hann verði pólitískur seðlabankastjóri? Nei, ég hef engar áhyggjur af því að hann verði það umfram, já bara þá aðra slíka sem verið hafi þessum sömu sporum og hann er auðvitað að fara þarna í fótspor Birgis Ísleifs Gunnarssonar, Steingríms Hermannssonar og fleiri manna sem hafa farið þessa leið. Davíð hefur auðvitað sýslað við efnahagsmál svo lengi að þau rök er að sjálfsögðu fullgilda. Hann er engin viðvaningur á þeim vettvangi og það er ekki hægt að segja forsætisráðherra til talsvert á annan áratug að hann hafi ekki haft á þeim málum að segja. Og hann tekur þarna við sem formaður bankastjórnar sem er áhrifastaða og mikilvæg og það reynir reyndar á Seðlabankann. Það má auðvitað spurja hvort að það sé kannski öllu leyti heppilegt að maður sem kemur úr ríkisstjórn sem hefur keyrt ákveðna efnahags- og atvinnustefnu sem Seðlabankinn hefur að hluta til verið að glíma við og berjast við að halda tökum á efnahagsmálunum í ljósi stóriðju fjárfestingan og þessara hluta
að nú fær þessi sami Seðlabanki fyrrverandi forsætisráðherra og síðan utanríkisráðherra og formann annars stjórnarflokksins yfir sig. Þannig að það mætti auðvitað velta vöngum yfir því en ég hef ekki ástæðu til að ætla neitt annað en að Davíð Oddsson muni reyna að vera faglegur og yfirvegaður bankastjóri og kunna greina þar á milli og sinnar pólitísku fortíðar. Nei, ég fyrst og fremst svona aðeins hissa á þessu út frá hans persónu. Ég má nú kannski ekki segja að það sem kemur óvart að hann skuli nenna þessu en það nú eiginlega það sem ég að hugsa. Þetta sagðist að verði best að láta það flakka, það eiginlega það sem ég að hugsa. Þakka fyrir Steingrímur Þór Sigfússon, formaður Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs sem situr hér við hliðina á mér þennan daginn þegar Davíð Oddsson tilkynnir að hann sé á útleið úr íslenskri pólitík eftir langa veru, rösklega 30 ára veru í þeirri tíkinni. Byrjaði sem borgarfulltrúi 1974, varð borgarstjóri 1982 og svo forsætisráðherra eftir að hafa lagt Þorstein Pálsson að velli í formannskjöri frægu í janúar eða ársbyrjun 1991 og varð svo forsætisráðherra skömmu síðar þegar Jón Baldvin og hann sigldu út í Viðu og stofnuðu þar sína frægu viðreisnarstjórn og þar með upphófst 13 ára valdatíð Davíðs Oddssonar við stjórnvölinn hér á Ísalandi en svo söðlaði hann og fór yfir í utanríkisráðherra fyrir ári og tilkynni svo í dag þessa ákvörðun sína. Hér hjá mér situr formaður Samfylkingarinnar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem er rétt eins og Davíð Oddsson hefur verið borgarstjóri. Mér langar fyrst að spyrja, kannski erfið spurning, en hver er hans arfleið í íslenskri pólitík? Sérðu fyrir hann sem við skulum segja pólitískt stórmenni? Það er náttúrulega alveg tvímælalaust að Davíð Oddsson er einn af stórleikendunum á hinu pólitíska leiksviði á Íslandi á 20. öldinni. Það leikur engi vafi á því. Hann hefur verið það lengi í pólitík, hann hefur verið það mikill áhrifavaldur á ýmsar ákvarðanir, stórar ákvarðanir í íslensku stjórnmálum. Hann hefur verið mikill áhrifavaldur í hinu pólitísku menningu, ég má segja sem svo, sett mark sitt á hana. Þannig að það er engum blöðum það að fletta. Og nú bregð ég mér í hlutverk sagnfræðings sem ég er. Það er engum blöðum það að fletta að hans mun verða minnst sem eins af stóru leikendunum á þessu sviði. En það er kannski eins og ekki rétt fyrir stjórnmálamenn að vera að skilgreina eftirmæli annarra. En þá spyr maður eins og Ingólfur Bjarni spurði Geir H. Haarde væntanlega eftirmanns að hér rétt áðan, hversu auðvelt verður að fara í spor Davíðs Oddssonar? Við sjáum þá úr borgarmálunum að þar hefur Sjálfstæðisflokkurinn átt erfitt uppdráttur eftir að Davíð Oddsson fór þar úr embætti borgarstjóra. Sérðu fram á erfiðleika tímabil hjá Sjálfstæðisflokknum eða kannski vonast eftir því? Það er eiginlega ómögulegt það að segja. Ef við horfum á borgina að þá, nú er Gísli Marteinn að bjóða sig fram og ef það yrði nú niðurstaðan í prófkjöri hjá Sjálfstæðisflokknum, þá væri hann 7. maðurinn sem reyndi að leiða Sjálfstæðisflokkin í borginni eftir að Davíð fór að vettvangi. Og það eru auðvitað oft svo með svona, ef við tökum nú samlíking og segjum að hann sé eins og stórt og laufmikið tré, að þá gengur svona lágróðrinum, svo má segja, svolítið erfitt að vaxa í skugganum af því. Og nú er ég ekki að segja þetta til þess að kasta neitt í rýrð á aðra þá sem er á þessari sviði, en hann er einfaldlega það stór í sniðum og fyrirferðarmikill að það verður svolítið erfitt að svona koma upp í skugganum af honum. Áttu von á því að Sjálfstæðisflokkurinn muni breytast eftir að Davíð Oddsson hverfur að þessu sjónleysi? Verður flokkurinn mildari? Ég reikna með því að flokkurinn eigi eftir að breytast. Það er alltaf þannig að einstaklingarnir setja mark sitt á fyrirtæki, stofnanir, flokka og það eftir höfðinu dansa svolítið limitnir og þeir hafa sannarlega gert það í tíð Davíðs Oddssonar og ég gerir ráð fyrir því ímynd ef það verður Geir Haarde, ef það verður niðurstaða sem er náttúrulega líklegt, þá er ímynd hans, pólitíski stíll, áherslur að ýmsu leyti öðruvísi heldur en Davíðs Oddssonar, þannig að það er ekkert ólíklegt að flokkurinn breytist. Það getur líka vel verið að flokkurinn eigi svona fyrst og eftir dálítið erfitt með að finna taktinn. Hann átti það í borginni og Davíð átti sjálfur sér svolítið erfitt með að finna taktinn fyrst eftir að hann tók við, það er bara eins og það gerist. Lokaspurningi þessi, margir sögðu eftir síðustu þingkosningar að það hefði verið óhugsandi fyrir Sjálfstæðisflokk og Samfylkingu að leggja saman í púkk í ríkisstjórn, einfaldlega vegna þess að þarna væru tveir sterkir stjórnmálafóringar, Davíð Oddsson og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, sem gæti ekki verið í sama herbyggi.
Nú Davíð horfinn af pólitíska vellinum, inn kominn Geir H. Haarde, að mörgu leyti mildari stjórnmálamaður, ef svo má segja. Á Samfylkingin og sömuleiðis Sjálfstæðisflokkurinn auðveldara með að vinna hvor með öðrum eftir þetta? Það sko aldrei neitt útilokað í pólitík. Það er svo merkilegt með pólitíkinni. Í fyrsta lagi aldrei neitt útilokað og svo nú yfirleitt fátt sem kemur mann óvart. Ég held að í sjálfu sér, sko þó að við Davíð höfum verið miklir andstæðingar í pólitík gegnum tíðina og elda grátt silfur, þá hefur það mér aldrei dottið í hug annað en að meta hans sem stjórnmálamann og við gátum alveg verið saman í sama herberginu. Það var nú í sjálfu sér ekki stór vandamál. Og þetta fer auðvitað ekki eftir þessum einstaklingum, þetta fer eftir því hvort að flokkarnir ná saman þau mál sem þeir telja brýnt að koma í framkvæmd. Og allt hefur sinn tíma í þeim efnum, það er ómögulegt það að spá hvernig staðan verður eftir 2 ár. Örstutt að lokum, öfundur Davíð? Að því að vera hættur? Nei, ég segi það nú ekki. Sko, ef maður er búinn að vera lengi í pólitík þá er þetta orðinn dálítið mikill lífstíl og ég gerir ráð fyrir því að það verði svolítið erfitt fyrir hann að hætta að hugsa pólitískt. Þess vegna fannst mér það svona, kannski ekki alveg réttu stíll yfir hjá honum að fara inn í Seðlabankann, það var svona að renna í þá slóð, því að það verður örugglega erfitt fyrir hann að hætta að hugsa á pólitísku nótum. Það er svo grunnt á pólitíkinni í fólki sem búið að vera lengi og lifa og hrærast í henn og vera svona miklir áhrifavaldar. Segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem einn gesta minna þennan dag 7. september þegar Davíð Oddsson forsætisráðherra og formaður utanríkisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins tilkynnti útleið sína úr íslenskri pólitík. Ásamt Ingibjörgu Sólrúnu ræddi ég við Steingrím J. Sigfússon og Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræðinga, en eins heyrðum við í Geir Hilmari Haarde, fráfarandi fjármálaráðherra og verðandi utanríkisráðherra og væntanlega verðandi formanni Sjálfstæðisflokksins og að sjálfsögðu í aðaleikara dagsins, Davíð Oddsssyni, fráfarandi formanni Sjálfstæðisflokksins. En þetta eru mikil tíðindi sem hafa orðið í íslenskri pólitík eins og margir hafa sagt og bent á hér fyrr í dag. Þau helst að Davíð er að hverfa og fer inn í Seðlabankann sem formaður bankastjórnar þar, en við honum taka Geir Hilmar Haarde sem utanríkisráðherra, Árni Mathiesen sem fjármálaráðherra og Einar K. Guðfinnsson kemur inn sem nýr sjávarútvegsráðherra og þá væntanlega tekur nýr við sem formaður þingflokks Sjálfstæðismanna sem jú Einar K. Guðfinnsson gegndi nokkurt árabil. Við förum að segja þetta gott frá þessari fréttaútsendingu vegna þeirra tíðinda að Davíð Oddsson hafi tilkynnt útleið sín úr pólitík, en minnum að sjálfsögðu á ítarlegan kvöldfréttatíma klukkan 18:30 þar sem verður farið gjörla yfir svið dagsins sem hefur breyst aldeilis í íslensku landslagi. Takk fyrir.